Hvað upplýsingatækni? Já, það góð spurning. Hérna á árum áður þá kannski voru til dæmis upplýsingatækni fyrirtæki sem að unnu með tölvur og voru á forrita og annað slíkt. En nú held ég að sé ekki til það fyrirtæki nokkur staðar sem notar ekki tölvur. Þannig að það að upplýsingatækni kannski orðið svolítið eins og rafmagn. Maður talar ekki rafmagnsfyrirtæki, maður talar ekki vera góður að nota brauðrist og hrærivél. Og í rauninni þegar maður stundum les, svona starfsuppsóknir og annað slíkt og fólk að taka það fram að kunni vel á Word og Excel, þá það næstu því orðið óþarft. Það vissulega kunna allir á tölvur í dag því sem næst. Það sem heillar mig helst við upplýsingatækni hvað hún léttir manni lífið. Ég get ekki ímyndað mig hvernig það hefur verið að vinna áður en tölvupóstur kom til sögunar. Allt hefur tekið einhvern veginn ótrúlega langan tíma og hlýtur alltaf að vera miklu hægara. Og líka þetta auðveldar manni að hafa samband, halda sambandi við fólk sem annars myndi ekki verið miklu sambandi við og svoleiðis. Upplýsingatæknin hefur rauðstegilega eða náð til allra hliða okkar lífs okkar í raun og veru. Ég get ekki ímyndað mér eiginlega neinn geira sem maður talar í þjóðlífinu þar sem við notum ekki upplýsingatækni. Þannig að upplýsingatækni kannski orðin svona grunnurinn að ótrúlega mörgu. Þannig að ef við horfum á fyrirtæki í dag, hvort sem það fyrirtæki eins og CCP sem að myndi kannski vera kallað upplýsingatækni fyrirtæki á einhverjum tímapunkti. En kannski í dag kannski meira bara tölvuleiki fyrirtæki. Við horfum á fyrirtæki eins og Össur eða Marel eða jafnvel Actavis. Þá náttúrulega fólk að nota upplýsingatækni alveg hægri og vinstri. Bæði í vöruþróun og hugbúnaðargerð, en náttúrulega hanga þessi fyrirtæki öll saman á upplýsingatækni. Það kannski sem að heilla mig helst svona skalinn á öllu í upplýsingatækni. Það einhvern veginn bara eðli hugbúnaðar þannig að það mjög auðvelt að fjölfaldan. Það í rauninni skiptir einhver máli. Þú ert að smíða eldhúsinnréttingu, þá í rauninni ertu bara að gera eitt stykki, en með hugbúnað þá ertu í rauninni bara að gera eins mörg stykki og engin takmark fyrir því hvað getur afreitt þetta oft. Þannig að í rauninni getur verið að hafa svo mikil áhrif með lítilli fyrirum, þannig séð. Stærsta byltingin sem mínum mati hefur orðið núna síðastliðin, kannski næstu því allra stærsta í tölvuiðnaðinum tilkoma netsins annars vegar, sem sagt internetsins, sem að byrjaði reyndar miklu fyrr heldur en fólk heldur. Því að það voru bæði stórfyrirtæki eins og IBM sem ég man fyrir sem var búin að vera með þetta í gangi fyrir sig í 15 ár kannski áður en það fór að verða algengt annar staðar. En þegar að netið upp úr kringu 1990 og upp úr 90, þegar að ná einhver útbreiðslu, þá var það út af fyrir sig mjög stór áfangi og tölvupósturinn kemur og svo framvegis, en stóra breytingin að mínum mati viðmótið sem kemur í gegnum HTML og veraldarveginn. Þar opnaðist möguleiki fyrir hvern sem var, hver sem og getur hver sem núna forritað án þess að hafa nokkuð af áhyggjur því hvað hinum megin. Það þarf ekki að áhyggjur að vera forritað fyrir einhvern sérstakann skjá eða sérstakann staðal eitthvað svoleiðis, hann nota bara þetta HTML viðmót og þá gengur það allstað. Þetta var bara ekkert hægt áður fyrir. Maður á aðalega að vinna á upplýsingatækni því að það ógeðslega gaman. Svo verður allt meira og meira tölvuvætt, þannig að möguleikarnir nánast endalausir og það svona alveg sama í hvaða bransa langar til að vinna. Það alltaf þörf fyrir forritara. Svo verkefnin líka bara eins mismunandi og mörg, þannig að ætti hver og einn að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Í hugbúnaðargerð getur gert ótrúlegustu hluti bara með einni gamalli tölvu og það nýlegt dæmi til þess að einhver strákur í Svíþjóð náði að klambra saman tölvuleik í kjallaranum heima á mömmu sinni sem hann náði að selja fyrir fleiri milljónir. Ég held að hann hafi náði að selja yfir 2 milljónir eintaka nú þegar. Ég held að það hafi aldrei verið meiri ástæða heldur en að fara í einhvers konar upplýsingatækni tengt nám, sérstaklega hugbúnaðargerð. Nú stendur svo á að hugverkafyrirtækin á Íslandi öll að leita eftir fólki og þau koma öll og kvarta yfir því að það finnst ekki fólk með menntun í hugbúnaðargerð. Þannig að atvinnuvon mjög vís. Þá hefur upplýsingatækni og hugbúnaðargerð breyst mikið. Þau breyst frá því að vera svona
svona drifin verkefni í það að vera mikil hópavinna, vinna með skemmtilegu fólki með alls konar bakgrunn, fatahönnuðir, auglýsingar, sálfræðingar, hagfræðingar, leikjahönnuðir, listamenn. Þetta er ekki skemmtilega heldur en að vinna með svona frjóu fólki. Man þarf ekki að líta lengi í kringum sig að það eru tölvur í öllu, það hugbúnaður á öllu, bara allt í kringum okkur, keyrir allt einhvern nátt á hugbúnaði. Þannig að hafa einhverja þekkingu á þessu, hvort sem hún lítilega mikil, allavega meira en engin, gefur fólki bara gríðarlegt forskot, held ég einu öllu, og ég held að hugbúnaðargeirinn sé síst að fara að minnka í framtíðinni. Hann bara að fara að stækka ef eitthvað það að koma upp kynslóðir af nýjum notendum. Mömmur okkar og pappar kannski ekkert mikið að nota tölvuleiki eða hugbúnað neitt meira nauðsynlega að þurfa vinnu sinna vegna. En í framtíðinni held ég að fólk verði að spila tölvuleiki á elliheimilum. Þannig að það ennþá aftur að verða mikil gróska í þessum bransa.